Við erum stödd á Arnarstapa á Snæfellsnesi. Það óbúslegt hérna líf á sumrin hérna. Síðan eru bara örfáir sem að gera út allan ársins hring. Einn af þeim er Geir Högnason, bóndi á Bjargi og sjómaður. Hvernig hægt að lýsa Geir, veit ég ekki. Hann er einn af þessum klettum samfélagsins, alltaf til taks. Hann er ekki með neitt múður, hann er svona ekki maður til þess að flækja hlutina. Hann er bara algjörlega hann sjálfur. Og við ætlum að reyna að skila því til ykkar. Við fórum og tókum smá rúntnárum og fórum með honum hérna smá hring út fyrir hafnarkjaftinn og reyndum að pumpa hann og fá aðeins hans frásögn af því hvernig það er að vera sjómaður og íbúi hérna á Arnarstapa allan ársins hring, einn af fáum. Hvort hugsarðu þig sem bónda eða sjómann? Hvort ertu meiri bóndi eða sjómaður? Ég er eiginlega hvorugt, sko. Hvað veist þið þá? Ég bara framflyti mér svona á þessu. Ertu bara Geir? Já. Ég er ekkert sérstakt, sko. Hvað ertu búinn að vera að sjó lengi? Hvenær byrjaðir að sjó? Sko, fyrir alvöru. Eða bara... Alvöru byrjaði svona 17 ára en maður byrjaði þetta með pabba þegar maður strákur, sko, á trillu, sko. Já. Hvað erum við þá að tala? Bara 6 ára pluss mínus? Fyrst fór ég á sjó þegar ég var svona, hvað? Ég hef ekki verið 8 ára, 7-8 ára þegar fór ég á sjó með pappa. En þú hefur verið á sjó með trillu, eða ekki? Mér á minna, þetta hefur verið þitt bara... Jú, og við hefum alltaf átt trillu. Já. Svo hefur við verið á vertíðum og... Á stærri skipum? Já, ég hef alltaf verið á vertíðum alla vetur, sko. Og jafnvel á sumrin, sko. Já, ef ég hugsa Geir á Bjargi, þá dettur mér ýmislegt í hug. Já, en sjómaður, bóndi og svona alvöru og svona orginal. Ég veit ekki hvað felst í að vera orginal, það er svona lifir á landsins gæðum, er ekki... Á rátt, sko. Er ekki með neitt kjaftæði. Hvað ég veit að margir, nú er Arnarstapi fjölmennur trillu, margir sem koma trillu þangað, þú veist, yfir sumarið. Já, það hefur alltaf verið, sko. Það hefur verið allir mikið gegnum árin. En svona yfirleitt finnst mér þetta að vera eldri menn sem fara að trillu. Já. Koma inn, já. En það er öflug trillu útgerð hérna út á Stapa. Já, öflug og öflug ekki, sko. Þetta er svona vissan tíma árinu dálítið mikið. Já. Já, yfir sumartímann, eða ekki að semst voru. Jú. Mér skilst að skúrinn þinn sé svolítið, skemman þín sé vinsæl á þessum tíma. Nei. Jú, ég get svo svarið að það er það sem að, það er orð götunnar, orð bryggjunar er sá að skemman þín sé svolítið, þú sést svolítið ómissandi með það, þú sést að kippa ýmsu í liðin fyrir trillu. Nei, ég segi ekki, það var hérna í den tíð, þá voru menn alltaf að tjasla saman gömlu dóti, sko. En núna er þetta allt orðið miklu flottara og betra, sko. Tölvustýrðara og... Já, fólk kaupir sér bara nýja hluti, sko. Áður fyrr voru menn að gera við alveg niður í bara ekki neitt, sko. Já. Þetta hefur breyst aldrei þannig. Hefur það minnkað ágengið í skemmuna hjá þér? Skúrinn? Já, það hefur nú aldrei verið neitt svo svakalega stórt, en ef það vantar eitthvað, þá geta það farið bara hérna inn, sko. Það er ekkert að því, sko. Ég fylgist ekki með því, alveg. Þeir segja það að þú sért, sennilega myndi trillu útgerð og Arnarstapi leggjast af ef ekki nyti þín við og skemmunar þinnar. Aðliðin tíð. En segðu mér annað, síðasta sumar, að þá féll ferðamaður í Gjótu, nei Gjótu, hvað heitir þetta, Já, hann fór hérna í eina stærri gjánum þar fram að brúnni, sko, yfir. Já, þá varst þú á staðnum, eða ekki, hérna, gast? Jú, ég var heima fyrir tilviljun, sko. Fórum hérna nokkrir, sko, 3 sem fórum og þá hékk hann utan í klettunum og maraði þar hausinn upp úr. Já. Þannig að vera að taka sjálfsmynd af sér hann og trúlega ná góðri sjálfsmyndir. Það voru þarna með mér helvíti röski menn. Jói Fisksali og einn annar. Ég þekkti ekki. Og þeir
Þeir voru að líða togan upp úr, sko, ég setti reyndar hakan í hann svo það færi nú ekki skrúfuna, sko. En það hlýtur að hafa verið magnað að geta bjargað svona mannslífi. Jú, sjálfsagt, sko. Það er nú fljótur að gleyma þessu. Þetta var náttúrulega merkilegt svona. Bara enn í dagurinn í... Já, ég bless það. Er ekki gott að búa á Arnarstapa? Jú, það er þægilegt. Það er ekki margir sem búa hérna í sjálfsagt, sko. Nei, þið eru eina af fáu ábúendum, föstum ábúendum á Arnarstapa, eða ekki? Jú, það eru sko reyndar fleiri, sko, já, svona viðloðandi, sko. Hvað ætlum við að segja, 3-4. Fólk er stundum svona stuttan tíma líka, sko. Já. Já. En þetta er af sem var, sko, þá voru nú fleiri í sveitinni. Já. En svo flutti þetta burtu og sumt að þessu dó og við grófum þá bara og svo hélt lífið á hann. Heldur þú sé kraftur frá jöklinum? Kraftur? Já. Nei, það ekki. Þetta er neini alls engin kraftur. Hvaðan færðu þinn kraft? Ég hef í sjálfsögur ekkert merkilegan kraft en ég held að bara hver maður búi sinn kraft til bara að hafa áhuga á lífinu, sko.